Komið sæl, kæru hlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 20. júní 2025 og Bitcoin í 103.558 $. Og hingað til mín mættur Björn Harðarsson. Vertu velkomin, Björn. Takk fyrir. Herðu, við ætlum að fjalla þó nokkur viðfangsefni í þættinum í dag. Ég var búin að brjóta þetta upp, mér datt í huga að það væri mjög vel við hæfi í ljósi þess að það var nýlega samþykkt í öldungadeildinni að fjallum þetta Genius Act eða stöðugleikamyntina. Nú við ætlum að fjalla að Jerome Powell, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum. Það tilkynntan núna 17. Aðeins líka bara markaðina, þeir eru þrátt fyrir mikinn óróa í heiminum að þá hafa þeir verið að halda stokkalegir, þá ekki bara að tala rammyndamarkaði, heldur líka hlutabréfamarkaði, en S&P 500 búið að hanga yfir 6.000, kann reyndar vera að sé aðeins að slá niður núna og raun og veru margt fleira kannski óþarf að telja þetta allt upp í einu. Mér langar kannski bara aðeins að byrja, Björn, ef við fjöllum aðeins þetta Genius Act eða stöðuleika myndar frumvarpið. Já, ég held til dæmis að fólk átti sig kannski ekki á því hvað þetta mikilvægt frumvarp, að því þetta bara stöðuleika mynd. Einmitt. Hún bara alltaf eins og við erum ekki í stöðuleika myndum. En þetta bara fyrsta frumvarp sem að koma fyrir þingi í Bandaríkjunum og Bandaríkin þetta bara eitthvað, land sem að stýri svolítið markaðunum í þessu, og þetta gerir það kleift að það búið að þá samþykja rauninni krypto, þetta orðaði þannig, þetta svona fyrsta skrefi í því allavega. Já, ég myndi segja, það umverulega búið að gera það svona með markvissum og stigvaxandi hætti, alveg frá, já, við getum rækið söguna alveg dálítið aftarlega, en ég myndi segja svona stærsta skrif þegar BlackRock kemur inn í þetta 2024, 10. En ég sammála þetta, það sem ég myndi segja þetta bara til margs það að einhver veginn allur þessi rafmyntasektor bara í heild sinni, ekki bara Bitcoin, að öðlast viðurkenningu establishmentsins og þetta svona mjög skýr birtingamynd á því. Svo eru fleiri hliðar á þessu. Eitt að við getum sagt að leiðin inn í krypto í gegnum rafmyntir og ef að stöðuleikamyntir munu aukast í umferð, þá það líka tækifæri að það sé að fara að koma meiri kaupendur á öðrum rafmyntum og menn að tala mér að ég heyrði til dæmis fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Scott Bessent, ég heyrði hann tala fyrir aldamótin færum við í 3 trilljónir bandaríkjadollara í stöðuleikamyndum sem þetta bara svakalega tala, ég ekki að segja að það muni gerast. Fyrir áramótin? Já, fyrir aldamótin, já. Nei, fyrir 2030. Já, 2030, já. Einmitt, einmitt, þeir að rekna með, maður að heyra það, þetta sé að fara 10 til 20 falda markaðin sem stöðuleikamyndir eru, sem í dag eitthvað 200-300 milljarða dollara. Já. Og við erum alltaf að tala að það sem að styrkja stöðu þessara mynda svo mikið að Bandaríkin alltaf löngu búin aftur sá því að Bandaríkin þurfa á þessum sektor að halda til þess að kaupa ríkisskuldabréfin sem orðið bara svona menn eru búin að tala það núna í mörg ár að þetta sé gríðalegt vandamál sem Bandaríkin munu standa frammi fyrir á næstu árum að finna næga eftirspurn fyrir þessum sívaxandi ríkisskuldum og þar bara komin með nokkur aðalega Tether og Circle, en svo eru fleiri fyrirtæki bætast í hópinn sem bara með skilabúðin, við getum keypt bara, ég segi ekki endalaust, en gríðalegt magna af ríkisvíkslum, treasury bills, ríkisskuldabréfum og þeir eru sjálf sér eins og Michael Saylor haft talað að það ekkert langt í það að eftirspurnin eftir stablecoins fari 10 triljónir dollara og við erum að tala að rammyndamarkaðin í heild sinni í dag rétt rúmlega 3 triljónir dollara.
Þannig að þetta engin spurning, þetta er gríðarlega stórt og þetta svo áhugavert að því að þú veist, ég ekkert vissum að fólki í kryptó og jafnvel bara þú veist, þeir sem reka þessi fyrirtæki hafi gert sig grein fyrir hvað þeim hefði mikil áhrif að vera með, þú veist, að bakkað í, þú veist, þessum skuldabréfum hefði mikil áhrif á að þetta færi í gegn. Og það skiptir bara svo gríðarlega miklu máli fyrir Bandaríkin og líka eins og Bandaríkin segir að þetta skiptir gríðarlega miklu máli til að styrkja stöðu bandaríkjadólar sem svona world reserve currency að þú veist, nú getur miklu auðveldara fyrir manni Nígeríu að nota dollara, hann þarf ekki að finna dollara, hann bara kaupir stöðuleika mynd, sko. Narratíf algjörlega búið að taka upp frá því að kannski fyrir 2-3 árum þá var maður mikið að heyra að þeir eru aldrei að fara að leyfa þessum sko myndum að ná einhverjum framgangi vegna þeir vilja verja raunverulega dollaran sinn en narratíf bara algjörlega búið að breytast, þetta skadar dollaran nákvæmlega ekki neitt, þetta bara styrkir hann og svo það sem við vorum að nefna að þeir hennilega þurfa á nýjum kaupanda eða nýjum kaupendum að halda því að það ekki lengur hægt að treysta á þessa gömlu kaupendur eins og Kína og önnur ríki og marga sjóði. Og menn að spá því að þessi fyrirtæki verði rauninni, bara með þessar tölur sem við erum að segja, verði rauninni stærsti kaupandinn af skuldabréfum Bandaríkjunum, ekki fram yfir Japan og þessu lönd sem verið stærsti kaupandinur. Einmitt. Sko, nú fjöldluðum henni síðasta þætti að þráttur að verðbólga í Bandaríkjunum hefði aukist 10 punkta, þá voru nýjustu tölur, eða síðustu tölur voru aðeins framar væntingum sem gaf markaðinu svona smá búst. Einhver leiti fyrir suma þó svo að margir hefur nú kannski flestir búist við því að hann ákveður Jerome Powell að halda stýrivöxtum óbreyttum í 4,25 til 4,5%. Varstu búin að setja eitthvað inn í þetta svona, þú veist, fannst þér þetta vonbrigði? Sko, að við vitum það, ef hann hefði lækkað stýrivexti þá held ég að öllum líkindum keyrt alveg vel upp, sko. Já, ég átti ekkit endilega von á því að hann myndi lækka. Nei. En, þú veist, fyrir markaðin hefði verið gott, já, engin spurning. Ég held að, þú veist, ef ég myndi setja mig í stöðu að vera í þessu stöðu sem að Seðlabankinn þá grunar með þessi rétt ákvörðun, hann segir bara, þú veist, það bara hvernig staðan í heiminum þú veist, það hvaða óvissan með þessa tollamál og svo framvegis, sko, og örugglega, þú veist, bara, já, vinnumarkaðurinn og eitthvað fleira, sko, þú veist, svo kemur þetta Trump og segir þessi bara bölluð þvæla, það búið að bara streyma inn peningar gændu töllan, hefur hann ekki séð þessa peninga koma inn? Ég veit, hann með svona einföld svöru öllu alltaf. Já, og hann, þú veist, fyrir göðu, þú veist, hann vill lækka, því að þú veist, eins og við talaðum með áður, þeir þurfa að endur fjármagna skuldina sína og þar vill hann hafa lægri vexti. Það skiptir gríðarlegu máli fyrir þá að ná að fjármagna að ríkina og fjármagna sig á lægri vöxtum síðastir í vissi og það svolítið síðan, mér langar að segja svona ár síðan, þá var ég að lesa það að á óbreyttum vöxtum þá þessar 36 trilljónir sem Bandaríkin skulda að vaxtabyrðin af þessu sko $1 trilljón á ári á núverandi vöxtum. Þannig að þetta er náttúrulega bara tölur sem meiri segja við sem svona lifum og hærnast í þessu eigum dálítið erfitt með að ná utanum, sko. En sko við ætlum að fjalla þessu markaðin eins og ég að segja, þeir svona finnst mér svona heilt yfir ef við bara tökum rafmyntamarkaðin hann búin að haldast nokkuð þokkalur, Bitcoin ekki búið að fara undir 100k í talsveit langan tíma svona gert nokkrar veikar tilraunir til þess að fara aftur í 112k en vera að síga niður og ég meina núna fyrir í dag var það yfir 106k en núna þegar við byrjum þáttin í 103,5 áframhaldandi svona má segja vonbrigði með aðrar myndir en samt ekkert eitthvað þær eru líka að haldast nokkuð stöðugar þetta er svona virðist þeirra nokkuð lágar getur við svo klasa eða smíða við sem að myndum vilja einmitt og þá langar maður að rifja þessu upp sko að því að það liggur alveg fyrir að yfirleitt eru sumrin í kryptó og svo sem mörkuðum almennt
eru yfirleitt frekar boring, einkennast frekar á lækkunum heldur en hækkunum. Það eru til undantekningar í kryptó, sérstaklega á öðrum rafmyntum heldur en Bitcoin, þar sem hafa verið alveg svona gott kryptó sömmur, eins og við talaðum DeFi sömmur, 2021 langar með að segja. Og við líka mynda sömmar. Já, það er kannski ekki, við hefum búist að það er ekki mikið, ef ekki lækki heldur, eða vonandi allavega hvorugt, en sko, við erum okkar kenningar og færðum ákveðin rök fyrir því að við værum samt, það væri ákveð tilefni fyrir meiri bjartsýni en svona almennt þetta sumar, og rökin sem ég færði fyrir því voru tvíþætt. Það var annars vegar náttúrulega bara þetta sem við höfum verið að tala lengi hérna, og Raoul Pal náttúrulega endalaust að tala að það þetta bara peningamagn í umferð alls þar í heiminum að aukast. Við tölum þetta 60-80 daga lag sko, sem áhrifin tekur að sem þessi aukning á peningamagn í umferð tekur tíma að byrja að hafa áhrif á markaði. Það var byrjað að spilast, fannst mér sko alveg út eins og Raoul Pal var búin að tala þetta. Svo bara kemur þetta á svona smá bakslag, má segja, ekkert eitthvað, þú veist, það er ekkert búið eitthvað markas krass í gangi, en það er svona eins og sé búið aldrei svona klippa á vængina af bæði hlutabréfamörkuðum og kryptómarkaðnum. Núna náttúrulega eitthvað bara aðal viðfangsefnið í öllum fréttum í heiminum þessi ágreiningur hjá, eða skulum segja meira en ágreiningur, bara þetta stríð eiginlega má segja milli Ísraels og Íran og mögulega þáttöku Bandaríkjanna í þessu. Og hinn röki mín voru þau að einfallega bara líta á hvar við værum hver verðmiðin á flestum myndum markaðarins væri í dag, og þá ég að segja sko að ef við gefum okkur að toppurinn, ef við miðum við að þetta sé eitthvað svona 4 ára cycle sem hefur alltaf verið í kryptó, að þá á að koma toppur innan 18 mánaða frá síðustu helmingun sem átti sér stað 19. apríl í fyrra 2024, og þá erum við svona bráðum að fara að renna út á tíma, og ég neita að kaupa það að við séum búin að toppa. En þá kemur bara þetta, eins og við höfum verið að tala okkur á milli og við maður sviðra í þessum þætti, ég hreinlega bara komin á skoðun að þessi 4 ára cycle theory, hún eigi ekki lengur við. Já. Og ég komið með meira. Já, við séum bara komið meira með bara, og það þetta miklu heilbriðari markaður fyrir hinn dæmigerða þáttakanda. Þú veist, ég held að fæstir fari vel út úr þessum svona æðisgengna bólamarkaði og svo alveg hrottalega bjarnamarkaði sem eitthvað aðtökast alltaf sitt hvort á 4 ára fresti. Já, missum fólk út og svo framvegis sko. Já, og bara eitthvað veginn, það erfitt að halda sér það bara erfitt að halda jarðsambandi sko í sko báðum ástandum. Það náttúrulega fullt af fólki líka sem má ekki gleyma því, jável þegar séu æðisgengnar hækkanar, fullt af fólki sem finnur leiðir til að tapa fullt af peningum í þannig ástandi með alls konar æfingum og gýrunum og svo framvegis. En þetta sem að tala áðan sko, þá eiginlega 2 rök önnur sko, þú veist, það ein rökin fyrir að sumari getur orðið betra, var að því að vorið sem venjulega mjög gott, var ekki sérstaklega gott. Og svo ef ég ætti að vera svona neikvæðu gaurin, ef við varum ennþá í þessum 4 ára hringrás, og þú sagðir að vera nálgast þá mögulega svona lokin í þessu, getur við sagt ætti þá ekki lokin í þessu að vera fyrr, því að í fyrsta sinni sögunni náðu við að ná all time high á Bitcoin fyrir helminguna. Já, og þá spurningin mín raunlega þessi, það punkturinn með þessu, að því að ef við segjum að sumarið hafi byrjað bara 1. júní, ég veit að sumardagurinn 1. hérna einhvern tímann í apríl eða 20. apríl eða við bara miðum við svona júní, júlí, ágúst. Og þá so far, þess að fyrstu 20 dagar sumars, þá ber þessi tími, þetta uppaf, þessi byrjun, ber þess merki að þetta verði bara svona enn annað boring, döl, kryptósumar, og spurningin mín til þín á þessi, erum við ennþá jákvæðir á þetta sumar? Ég það, þetta er eftir að jákvæðir á okkur svona retail eins og við talaðum að þeir bara sjást ekki, sko,
En þú veist, ég held að þú veist, ég áfram í ákvarða sumar að þú veist, í versta falli þá hækkum við ekki mikið í þessu sumri en við fyrum upp í haust. Þú veist, en þetta veit maður ekki neitt, en þú veist, ég held að við sem ekki fara að taka eitthvað rosalega dífu, þetta alltaf einhver svona korreksjónreglulega, sko. Ég held að núna dálítið velti þetta á, sko, hvort og hvernig þetta eskalerist í Miðausturlöndum. Alveg engin spurning. Ég held að það sé svona stóra óvissu þátturinn og svona þangar til að svona fæst eitthvað niðurstaða úr því að þá held ég að sé alltaf erfitt að fara okkar mikið flug, en þú veist, svo sér maður bara sko, svo sér maður bara svona þessar fundamental fréttir og fundamental atriði rafmyntamarkaðinn, sérstaklega Bitcoin en þó alls ekki eingöngu, bara, þú veist, maður ítrekað að lesa og kynna sér mjög jákvæða, sterkar hluti sem nánast fær manni, jáfnvel þó sem maður sé búin að á að vera búin að venjast í að sem sagt fá svona mikið á jákvæðan fréttum án þess að sjá að það sé að hækka, en bara sem dæmi, og það er náttúrulega ekki bara frétt, það er virkilega eitthvað sem ég viðurkenni, mér finnst kannski dálítið skrítið að sé ekki að ná að keyra okkur hærra upp, það er gríðarlega sterkt innflæði í kaupallasjóðana, sérstaklega Bitcoin, líka í Ethereum, en sérstaklega Bitcoin, bara síðustu 8 dagar er nett innflæði 2,4 milljardar dollara. Já, og það er búið að vera nánast innflæði síðan einhvern mann í apríl. Það kemur eitthvað smá tímabil sem það fyrir niður, en heildina er þetta bara upp. Og þá spyrir maður sér bara, hvernig stendur á því að það sé verið að kaupa svona gríðarlega aggressíft af þessum skulum segja þessum stofnana fjárfestum þessum kaupallasjóðum, og þetta ekki að keyra verðið upp. Varla getur skýringi verið að það sé allt verið að kaupa þetta OTC over the counter, það er ljóta að maður er búin að heyra það í marga mánuði að þetta OTC deski sé að klárast og þeir þurfa að fara að kaupa sko beint á bókinni, þannig að hafi bein áhrif á markaðinn. Það er hlut af skýringunni, að þú veist, það hefur ekki áhrif á verðið, hlut af skýringunni hefur ekki áhrif á verðið, og að því að retailin er ekki að inni til að kaupa það. Það virðist vera staðan í heiminum í dag, er að almenningur er með mjög takmarkað þáttöku á kaupliðinni, á Bitcoin, og bara almennt í bara bara mjög takmarkað þáttöku í veldu á Bitcoin, bæði kaup og sölu. Þetta er rosalega í rauninni magnað fyrirbæri að Bitcoin er núna bara, það er fyrst og fremst verið að treyta með þetta af institutional capital, sem er alveg svolítið magnað fyrirbæri, sko. Og þú veist, við hugsaum bara svona einhverja hluti í þessu, ég meina, ef við hugsaum svona long term holders, sem myndast að segja ekki kannski beint endilega retail, eða það var allavega retail sem búin að vera lengi, og inn í long term holder er líka bara gamleir kvalir og það eru mænerar og svo framvegis. Ég var að skoða einhverja tölur að þú veist, long term holderar, þeir voru að selja hérna all time high hérna kringum 70, yfir 70. Og það, þú veist, það hafði áhrif á hvernig verðið, og þú veist, það var samt smá hæp í gangi kringum all time high. Þú voru að tala um mæ þá 2004, þú voru að tala um mæ fyrra, einmitt. Og síðan aftur, þegar við fórum í 100.000. Já, í nóvember desember. Þá voru þeir að selja eitthvað líka, sko. En á milli þessara tímabila, þú veist, long term holder er þeir sem búin að eiga Bitcoin sitt í meiri 6 mánuði. Á milli þessara tímabila eru þetta short term holder sem eru búin að vera að selja, og þá haldi verðinu niðri. Og þú veist, maður skilur það alveg, ég meina 70 all time high, þú veist, 100.000, bæði er þetta svona sálfræðilega tölur að komast í 100.000 eða komast í all time high. 70.000 sem var toppurinn 2001, sko, þannig að það var líka sálfræðilega stór mælstónu líka. Það er út frá því, sko. Þess á milli er þetta rauninni þessi short term holder sem er að selja, og þá einhverju lið, þá getur við sagt að það sé retail sem er að selja. Og þú veist, og á hverju skiptir þetta einhverju máli, að því að þú veist, við vorum að tala um hvernig toppurinn á, og það hefur alltaf verið þannig. Þegar við erum að nálgast toppinn, þá er long term holder að farnir að selja meira. Og það eru þeir ekki að gera núna, sko. Nei, einmitt, sem er almennt frekar sterkur indikator að við séum
Mögulega, já. Að við allavega þurfum ekki að hræðast mikla lækkanir almennt talið sko. Þannig að punkturinn er þessi að langtíma fjárfestirinn hann er ekki að selja Bitcoin núna á þessum verði. En svo er eitt sem er svolítið villandi við þetta sko, er að maður getur vissulega sagt það er svona mjög Bitcoin er búið að vera mjög sterkt að það er búið að halda sér yfir 100k. Ég er ekki með á hreinu hvað margir dagar, það má vera að ég sé að fara með rántmáli en allavega tilfinningi mín er svona að þetta sé að verða cirka 30 dagar. Þetta er eitthvað svoleiðis sem við erum bara ekki búin að fara undir 100k sko. Eins og ég doppeltjekka ekki, það kann að vera að það hafi dippað eitthvað en svona heilt þetta búið að vera allavega samfellt yfir 100k í dágóðan tíma. En það sem er svolítið villandi og ég veit að fólk finnur allins bara viðstöðunni myndköpa sem náttúrulega mæla kannski Bitcoin gagvart krónum er að dollarinn er í sögulegum lækkunarfasa. Þú mást minnast á þetta á það er áhugavert með að Bitcoin er á góðum staðum meðan dollarinn kannski ekki einskoðum staðum í íslensku krónunni. Nei, mér langar að segja að ef við förum í kannski nóvember, dollarinn var held í eitthvað kringum 143 krónur sko. Hann er 124 núna í dag. Já, og þú veist í samband... Það er svakalega lækkun. Og þú varst með eitthvað tölfræði sem var að viðra við mig. Þessi, hvað dollarinn hefur lækkað, þá var hann náði nýlega í, hvað heitir það, 3 ára lægsta punkti, einhvern veginn, sko. Já. Og það lægsta sem hann hefur verið síðan í mars 2022. Já. Og það sem ég gerir það áhugavert að bara á árinu að þá þess að getur sagt fyrstu 6 mánuði ársins þó að það ekki alveg komið að þá lækkaði 9%. Hann hefur bara síðan 1985 hefur hann bara einu sinni lækkað svona mikið og það var 2002 sem er 23 ár síðan. Einmitt. Það er svolítið svakalegt sko. En þú veist áhugavert inn í því sko að þú veist mér finnst þetta að vera spilast út svona svipað og við töluðum bara fyrir 3 mánuði síðan. Því þá sögðu við í þættinum að endanum vill Trump fá hækkaðar hlutabréfamarkaðan myndi hækka og hann vill lækka dollarann. Já. Þannig að þýlinn til er þetta að spilast ákveð út í ánum en hann er samt í vandræðum eins og við vorum að ræða með vextina sko. Þannig að sambandi við aðeins aftur með stöðugleikafrumvarpið. Já. Það ágætt að það komið fram að þetta eru sko 2, við erum alltaf þegar við segjum stöðugleikafrumvarp þá erum við alveg að tala um þetta Genius-akt. Já. Það er búið að samþykkja það í öldungadeildinni fer í rétt með. Það eftir að samþykkja þeir ég ruglus alltaf saman. Já, nei, fyrir ekki, það er búið að samþykja í fulltrúadeildinni, það er verið að taka fyrir öldungadeildinni og svo ertu með sko annað frumvarp sem kallast Staples-akt sem að einhver leyti skarast og verði það samþykkt líka þá þarf einhvern að samræma þau en almennt er að vera að tala um stöðuleika frumvarpið, þá var almennt að tala um þetta Genius-akt en þú varst með eitthvað punkta um þetta. Svo var þetta líka Clarity-akt sem kemur seinna. Já, sko, punktanir þetta var samþykkt þarna og það virðist vera bara mjög sterkt hvernig þið er samþykkt. Áhugavert með þetta, ég var aðeins að kafa í þetta, áhugavert bara svona skemmtilegt, bara svona frá því síðast að vera að segja að það væri ekki samþykkt að forseti og varaforseti mætti eiga í fyrirtækjum. Það var eins og samþykkt að þingmenn mætti ekki eiga í fyrirtækjum. Ok. Sem er mjög áhugavert, sko. Þannig að forsetin má eiga í fyrirtækjum og varaforsetin en ekki þingmenn. En þú veist, þetta er alltaf komið þarna og þú veist, ég sá eitthvað svona á Truth Social frá Trump að hann sagði bara keyrum þetta í gegn einhvern veginn, sko. Þú veist, þannig að ekki fara að senda þetta tilbaka, þú veist, bara ekki vera bara ASAP, bara klárum þetta og það verið talað hann vill helst bara skrifa undir sem forseti 4. júlí. Og ég er heila velti fyrir mér, sko, þú veist, þegar fólk er að tala um, sko, aukning á peningamann í umferð sem sko fer þannig fram yfirleitt að það er ríki gefur út ríkisskuldabréf og Seðlabankinn kaupir það og eins bara þegar að vera slá lán hjá bönkum og öðru sko. En þannig hlýtur þetta líka að vera sko, það hlýtur líka að flokkast undir aukning á peningamann í umferð þegar þú skilur teðir, segjum bara teðir allt í einu, þetta frumvarp er samþykkt og teðir allt í einu segja okkur verið með
man ekki hvað með 150-60 miljardar USDT sko, segjum að þeir sitja það í 500 eða trilljón, skilurum mig, þetta lítur náttúrulega að vera sko aukning á peningamann í umferð, fattarum mig, og þá að því að við erum bara með þetta lögumál að þegar peningamann í umferð eykst þá hækka eignamarkaðar eins og hlutabréf, fasteignir, kryptó, en þarna sko lítur að vera að því að náttúrulega stöðuleika myndir segir sér sjálft standa kryptó miklu nær heldur en aðrir peningar, skilurum mig, að þá lítur að vera frekar óvægt að draga þáldina, þetta hafa enn sem sagt að sko kryptómarka veri enn næmari fyrir þessum hækkunum. Og það er þannig að því að þú veist bara í gegnum tíðina þá er það fylgjast með því hvenar Tether printar USDT og hvenar Circle printar USDC þegar það gerist á venjulega hækka markaður. Já, einmitt. Þannig að það er bein fylgni þarna á milli og ég held líka bara, þú veist, þegar þetta kemur í gang, það líka, ég vona það allan að það búið til svona smá neista inn á markaðin og maður sá það daginn þegar það var að fara lengra einhvern veginn, að þá byrjuði svona DeFi project einhvern veginn að sérstaklega Ethereum byrjuði að hækka. Já, einmitt. Já, ég allavega, þú veist, sko ég er búin að vera að breyta sjálfur aðeins taktík núna, ég er ekki búin að selja neitt af mínum, sem sagt, öðru rafmyndum, ég er bara alltaf að ræta þetta allt, sko, en síðustu kaup, ég haf búin að eiga örugglega svona 15 kaup í röð, mörg aðeins reyndar mjög lítil, sko, en það var alltaf að vera að fara í Avax, var að fara í Solana, núna síðustu 3 kaup bara Bitcoin. Þú veist, ég er bara svona, þú veist, af því að ég er enn mjög bjartsýnn á þetta ástand en ég skal bara vera alveg heiðarlegur með það ég er ekkert ofur sannfærður að þetta sumar verði eitthvað mjög gott. Nei og það er alveg skiljalegt og þá er ég bara herðið, þú veist, ég er algjörlega þar, ég vil ekki geima peningin minn í krónum eða einu öðru, en ég er bara svona ok, ég fer bara í Bitcoin, ég ætla bara að ræta, ég vil fá skýrari signal að altcoin sé komið grænt ljós að vera bæ, það er bara maður væri ekki heiðarlegur ef maður myndi segja að það væri eitthvað skýrt signal frá markaðnum að það væri grænt ljós á altcoin bæ. Ég er ekki að segja að sé ekki gott bæ, en þú ert að taka risk núna. En er það ekki þannig að þegar ef altcoin fyrir á flug, þá eru flesti búin að missa trú á altcoin, sko? Jú, það má vel vera, sko. Þú veist, þess vegna eins og ég þú veist, ef ég væri sko hreinlega svartsýn, þá myndi ég náttúrulega selja þessa myndir sem ég er með, skilurðu. Ég geti fengið talsveit Bitcoin, ég myndi selja allt Solanaði mitt og allt Avaxi og allt þetta, skilur, ég held í þetta, en ég bara meta ástandi núna hannig að eins og sækir standa, tala nú ekki með þetta ástand í Miðausturlöndum, að peningunum mínu sem best var í Bitcoin. Ef ég ætti engin altcoins, þá gengdi öðru máli, skilur mig. En þetta er það líka þannig, við erum búin að sjá það að Bitcoin er búin að festla sig svolítið þannig að það heldur vel út frá svona risk í svona erfiðu stöðu. Ég sá eitthvað tjart sem sýndi bara gull hlutabréf Bitcoin og þá sá maður sko á 10 dögum var þú veist Bitcoin að halda sig ágætlega, lækkuðu kannski svolítið mikið fyrstu 2 dögunum en voru búin að jafna sig og jafnvel hækka sig á 10 dögum og 60 dögum voru búin að outperforma allt. Þannig að þú veist Bitcoin er búin að sanna sig alveg í svona erfiðum umhverfi en altcoin svo þetta ekki. Nei, nú sér það bara, ef við tökum frá byrjun árs Bitcoin er upp 10%. Þú nánast getur gengið niður listan á allar rafmyntir og það eru niður 15 til 60-70%. Það er bara staðan, sko. Þannig að Bitcoin er orðið mjög battle tested. En það finnum að líka dálítið að sko, þú veist, ég myndi aldrei ganga svo langt að segja að Bitcoin var orðið mainstream í dag, sem betur fer umverlega ekki, því leið að vera mainstream þá er náttúrulega mesta upside potentialið að baki, sko. En mér finnst það ekkert, sko, eitthvað óra veg frá því að fá viðurkenningu sem mainstream fyrirbæri. Mér finnst svona, þú veist, ef við svona höldum peysi, við erum að tala 3-4 ár, þá er bara Bitcoin orðið mainstream. Það er það sem ég persónulega held. Ég geti trúið að sé aðeins lengri í altcoins fari, en á móti kemur mainstream eða ekki mainstream, það er örgulega rétt hjá þér, að móti kemur þú veist, þá getum við skoða alls konar hluti sem segir
Bitcoin lítur rosalega vel út ef við hugsaum að bara út frá verði. Og ég var með ég veit ekki hvort þú vilt að ég farið það núna, ég var með svona ákveðna tölfræði sem áhugavert að pæla upp á framtíðina á verðin á Bitcoin. Ok, tökum 1,2 ár, svona rúmlega 1 ár aftur í tíman. Og skoðum bara strategi, mikrostrategi sem við kallum alltaf ennþá, og skoðum BlackRock. Og ef við skoðum hvað þeir eru búin að kaupa mikið á 1,2 árum, þá og miðum það við þú veist, þetta daglega nýja Bitcoin sem kemur í umferð. 450 á dag. Ok, þá á 1,2 ári hefur strategi keypt 2,4 ár af nýju Bitcoini. Hældu í því. Það er helmi, það er næstu 2,5 ár af, þú veist, miðað við þetta 450. Og ef við skoðum það síðan út frá BlackRock, að þá þeir búin að kaupa, eða þú veist, sjóðurinn, búin að kaupa inn í sjóðinn, 4 ár af því sem nýlega búið. Ok, leggjum það saman, það 6,3 ár af Bitcoini. Og gerum þetta ennþá skemmtilegra, að því eftir 2 ár, þá minnkar þetta helming. Þannig að þú veist, ef við varum að miða við þær tölur, þá erum við að tala 12,6 ár. Ef við miðum við það sem þeir eru búin að kaupa á 1,2 árum. Og ef við þá reynum að fara einhvers staðar á milli, að því að þú veist, ef við hugsaum þetta sem 4 ár, þá erum við að hugsa 4 ár fram í tíman. Þá erum við að tala kannski svona, bara þessi 2 aðilar eru þá búin að kaupa, ef við hugsaum svona fram í tíman, svona 9 ár af nýju Bitcoini. Þeir eru bara að skópla upp öllu frambóðinu. Já. Það er bara hannig. Ekki bara öllu fram, miklu meira öllu fram. Þeir eru búin að skópla upp öllu frambóðinu á mörg ár fram í tíman. Og þá erum við ekki að tala alla hina sem eru með alla hina 200 miljón mann sem eru að kaupa fyrir $10-100 í mánuði. Og hina kaupa alla sjóðina, hina fyrirtækin, öll hinn löndin, öll fylkin sem að mögulega munum fara að bætast að kaupa leina. Sumir segja að þegar þú heyrir af einu fyrirtæki sem eru að kaupa Bitcoin, þá eru allan 3 önnur sem veist ekki af. Og þetta þú veist, ég að tala við konu mín í gær, hún var eitthvað að segja, þetta má nú alveg fara að gera eitthvað hérna, þú veist, krypto. Ég sagði, ég tek alveg undir það með þér. Þú veist, maður er náttúrulega bara mannlegur sjálfur og maður svona verður, en ég sagði bara að hún búin að vera þó í smá tíma og þetta var líka svona, þú veist, þegar þetta bara hékk endalaust langa með að segja 50-60k, þú veist, og það sem gerist þegar þetta hangir svona lengi í svona boringverðum, þannig að það var fyrst svakaði spennandi að sjá til 50-60k en svo fer að vera boring og margir mánuði líða. Þetta samt til að skoða söguna, þetta alltaf tíminn sem átt að vera afsaki íslenskuna æla inn í þetta, af því að þú veist, svo bara þetta svo fljótt að taka áfljú og að bíða eftir eitthvað veginn, eftir hverju þetta bíða. Ok, ég get ekki útiloka það að það til dæmis ef þetta eskalerast á versta veg hérna í Miðausturlöndum að við tökum dífunir í 80k eða auðvitað getur betur eitthvað svona mómenti, líkast til það ekki að fara að gerast. Líkast til mun á einhverjum tímúndi markaðurinn svona, hvað maður að segja, fyllilega ná utanum og skilja þetta sem þú ert að segja, að það séu bara stóri aðlar að sölsa undir sig allt. Já. Og allir fara að hugsa, ég ætla ekki að láta BlackRock og Strategy og Sailor og Fidelity og þess að kalla eignast allt, ég ætla að eiga eitthvað fyrir sjálfa mig og þá bara verður svona mass supply shock, mass FOMO og við höfum séð þetta, þú veist, skoða alla Bitcoin-söguna, þú veist, og nú er ég búin að vinna í þessu 5 ár og ég sé þetta gerast að minnsta kosti 3 svar, þar sem það eitthvað svona langt ástand, nokkura mánaða ástand, þú veist, ég man svona sérstaklega eftir þegar bara fórum í loftið 2020, þú manst bara þetta var hangandi í 9k, 10k, 11k mánuðum saman og enginn fann svona þetta sense of urgency að það að fara að kaupa þetta, því okkur get ég ekki bara keypt í næsta mánuði eða það næsta mánuði eða hvað svo bara búm, fer þetta úr 11k í 14k á nokkurnu dögum, úr 14k í 20k á 2 vikum, í 20k í 30k í 30k í 65k, allt gerist þetta á 2-3 mánuðum,
þú veist, þannig að maður þarf að gera þetta alltaf upp fyrir sig eins og sé alltaf, fyrir að fyrst að þetta gera upp fyrir þig er ég sammála því að Bitcoin sé gott argument, að þetta sé sound money, að þetta sé sound investment, ok, byrja að svara því og þá þegar maður svara þeirri spurningu játandi þá það maður alltaf að spyrja sig eftir hverju er ég nákvæmlega að bíða. Já, og þú veist, og þetta er alltaf bara mjög margir sem ekki pening núna, þú veist, maður er sjálfur alltaf með allt deployað í þessu, sko, en þú veist. En ég ætla að segja, ástæðan fyrir að ég vildi koma þessu inn er að þú bara, ef þú skoða bara einfallega bara frambóða eftirspurn, þá segir þetta allt. Og ef þú setur að segja henni samhengi við hvernig var þetta, þú veist, Bitcoin tekur mestu hækkunar sína á okkur 10 dögum ári eða eitthvað svoleiðis, sko, og ef þú ert ekki inn á þessum 10 dögum, að þá ertu jafnvel að tapa og mér finnst stundum svo erfitt að hugsa til þess að retailin er að bíða eftir ykkur sem ég veit ekki alveg hvað er og kannski er hann að bíða eftir því að lækkin er í 80 og kannski gerir það, ég veit það ekki. Og þá verður hann samt ekki kaupa. Það er það sem við mátt að tala um. Svo gerist það með þessi og þá kaupir fólk samt ekki. Þú veist, það virðist í miður vera bara alltaf þannig og sannleikurinn er bara þessi Bitcoin verðlaunar þolinmæði. Já. Bitcoin verðlaunar þolinmæði og trú. Það er bara þannig. Ég veit ekki um neitt sem hefur óbillandi trú á Bitcoin og sem hefur óbillandi þolinmæði. Ég veit ekki um neitt sem er ekki búin að gera gott mót ef hann er búin að vera í svona ólengi. En að hluta til er ég ekki endilega hrifin á þessu, því þú veist, MicroStrategy ára 592.000 Bitcoin, ég veist þetta alltaf mikið. Það er önnur hliðin, ég er alveg sammála því. Og það er eitt sem að ég svona hefur verið að hugsa svolítið. Þú veist, það er búið að vera endalaust að nýjum fyrirtækjum sem eru að fara inn í Bitcoin, aðnur að fara eitthvað XRP, Solana og allt þetta, sko. Og þú veist, þú sem að skoðar mikið af þessum fyrirtækjum, þá er þetta svona, hvaða fyrirtæki var það eftir, Shift Game, getur verið að heiti Shift Gaming sem fór inn í Ethereum. Það var allavega fyrirtæki sem fór inn í Ethereum og maður stættir Ethereum þættir sem voru með, það var að tala um hérna, hvað heitir hann, Joe Lubin sem er hérna yfir Consensus, Metamask og það allt saman. Hann kom inn í þetta, þetta er, þú veist, þetta heitir gaming, þá er þetta gambling fyrirtæki. Og ef þú skoðar tjartir, það er ekki búin að gera neitt síðustu árin. Þetta er svolítið típist, hvað er þetta, Metaplanet? Það er eitthvað svona rak eitt hótel gekk illa, þú eru allir komnir inn í hérna Bitcoin, þá bara keiraður upp og þetta verður störa nýja. Heyrðu, við erum með fyrirtæki hérna og við hérna, það er ekki að ganga neitt. Reksturinn er ekki spennandi, en ekki gleyma því að þetta var nákvæmlega rauninni jarðvegurinn sem MicroStrategy verður til úr. Hann var með solid rekstur, en gengi bréfana gerði ekki nokkun skapaðan hlut. Já, og ég skil þá pælingu alveg og þú veist, en það sem ég hef áhyggjur af, því fleiri fyrirtæki sem er að gera þetta, þá eru að vera að gíra sig í skuldum og kaupa nýtt, því það er það sem er að gera, að gefa út ný bréf til þess að segja að kaupa meira og minna þetta í Ethereum dæmi að þið byrjuðu bara á að fá ykkur sem kvali til að koma inn í þetta og hlutabréfinu og við munum keyra upp meira heldur en Ethereum keyrir upp. Það sem ég hef ágjör af, ok, hvað er markaðurinn fyrir allt inni niður? MicroStrategy munur örugglega halda sig, ég held það, en ég smá ágjör að mikið af þessum fyrirtækjum gæti alveg farið að likvidita. Ekki spurning, og þetta gæti orðið. Þetta getur verið endurinn á markaðanum. Já, þetta getur verið endurinn á bólamarkaðan, þetta getur verið mómenti sem sviftar yfir næsta bear market, við förum í eitthvað, ekki spurning, þetta, þú veist, þannig að þegar fólk talar sko, að mögulega sé svona síðasti hrottalegi bear marketin að baki, sko, þú veist, sem hann alltaf var hrottalegu 2022, en mögulega ekki, sko, mögulega einmitt gæti svona event valdi því að tala nú með altcoinin, sko, ef þú komið fullt af fyrirtækjum sem eiga gríðalegt magna Solana, Ethereum og hvað það er og svo byrja verðið aðeins að síga niður og kemur allt inn ljós þetta er bara allt of gíruð fyrirtæki, þetta er ekki sustainable, þú bætir einhverju svona mass, bara forced liquidation og það kemur bara mass panik hjá retail og það gæti orðið, þannig að þú veist og þú veist, inn í því alltaf, þú veist, stundum við maður að tala um svona hluti, að því auðvitað myndi Bitcoin á öllum líkindum fara niður með því, sko, en miklu náttúrulega minna niður
og ég ofta að tala þetta við fólk sko og þá, þú veist, sumir finnst óþægild að bara gæti það gerst að það lækki svona mikið. Bitcoin fer alltaf aftur upp. Það að segja að þú trúir á hérna konseptið sko. Auðvitað ekkert að gera lítið úr því, það alveg leiðilegt. Auðvitað var leiðilegt fyrir marga að vera með kannski með eins og sumir sem ég bara þekki og ég sjálf svo líka, ég var því miður ekki bara í Bitcoin en sem voru bara með algjörnum sinni í Bitcoin og kannski horfa á hana lækkum 78% á einu ári jável skemmri tíma en það tímabundið ástand. Það ekki hægt að gefa sér að það sé tímabundið ástand alls ekki með aðra rafmyndir. Alls ekki. En sko, eitt sem mér langar líka svolítið að fjallum, ég veit ekki, ég hef nú ekki rætt þetta við þig, en ég þykist vita að þú sért eitthvað búin að kynna þetta, en sko, við erum náttúrulega tala talsvert þessi talungin þegar við vorum að taka hérna fyrir Ondo þáttinn. Já. Þar sem það var þessi setningar sem stofnendur þeirra sögðu sko að Wall Street is ready for an upgrade og ég velti reynilega fyrir mér hvort kryptósektorinn að setja sér í stellingar að innleiða hefðbundna fjármálamarkaði að fullu og jável bara á ekki lengri tíma en bara á næstu árum. Maður sér að Coinbase, Crypto.com, Kraken, þau eru öll núna að vinna í tokenized equities eða tokenized stocks að fara að bjóða Robinhood líka. Já, Robinhood líka komin inn í það. Maður bara að sjá þetta trend útvald, svo náttúrulega með Larry Fink og BlackRock sem endalist að tala þetta, bara tala það sem bara gefið sko, bara sé algjörlega gefið spil á næstu árum, þá sé allir hérna hlutabréf og verðbréfamarkaðir, þeir sé allir að færast yfir á balkakeðju, það verður eftir að treyta 24/7 allan á sér hring. Hefur verið að sástu þessa tilkynningu með Coinbase? Já. Og mér finnst þetta mjög að sjá þetta að vera að gerast því að þú veist, ég held að þetta alveg 100% að fara að gera, bara spurning hvenar. Já, og ég líka til velti fyrir mér, svo bara með sjálf mig. Nú á ég engin hlutabréf. Ég hef átt hlutabréf. Ég hef ekki gert gott mót í þeim. Ég væri líklegri til að kaupa. Ég að segja það nefnilega. Og ég held að með yngra fólk núna, það orðið svo mikil þáttaka hjá yngra fólki í kryptó og þú veist, ef maður væri í þessum öppum og þá væri alltaf bara, hei, þú getur bara að treyta Tesla með nákvæmlega sama hætti og þú treyta kryptó. Já. Eða, þú veist, Microsoft eða Solana Facebook. Ég er að segja það, þú getur bara swappað þessu. Þú veist, ég held að þetta hefði svakalegt aðþórþrafl, sko. Mögulega væri þetta að koma með svona slæmur og segja að þetta geti tekið eitthvað momentum frá kryptó, en ég held ekki í stærra samhenginu. Þá ertu samlegar áhrifin held ég til lengri tíma væri miklu meiri heldur en eitthvað svona til skemmri tíma. Og ég ætla að leiða mér að segja eitt sko, ég held þetta sé með þess að miklu stærra heldur en bara þetta. Já. Þú veist, ég trúi því að við erum að fara að sjá bara svona upgrade eins og þú segir, byltingu í fjármála heiminum sem að bara jafn stóri ef ekki stærri heldur en internetbyltingin á þessum tíma. Já. Þú veist að því þú veist, þegar ég fór að skoða þetta sem þú ert að tala þú veist að við vorum að tala þetta í morgun, þá fór ég að skoða þetta aðeins meira og þá sá ég að mikið af þessu fyrirtækjum voru að gera meira heldur en þetta. Þú veist, þeir voru að setja sína eigin bálkakeði eins og Base hjá Coinbase, Kraken kom með, ég man ekki hvað það heitir og þar eru þeir að hugsa meira þetta, þeir eru að hugsa payment. Já. Og þegar þú bætir því ofan á að þú ert allt í hennu farin að skipa millimanninum hérna og farin að borga með stöðleikamyndir sem eru núna að verða að einhverju stóru þá bætir því inn í þetta ég held að vera gríðarlega mikið og svo þau skoðum þetta alltaf allir að gera einhvað. Ég finna, þú veist, Walmart og Amazon að plana mögulega að fara stað með stöðuleikamynd. Þeir sjá þetta sé að gerast og verður að gera allt miklu hraðar í kaupum hjá sér. Þeir ekki setja allt miklu ódýrar fyrir notendan. Við sjáum til dæmis Elon Musk í X. Hann að reyna að fara í svona payment dæmi líka. Mikið af þessu fyrirtæki sem við töluðum áðan hafa líka verið að sækja bankaleyfi, þannig að þeir eru að hugsa heildar einhvern veginn fjármála einhvern veginn sko, þannig að þú veist ég held að sé alveg þú veist gríðarlega stóri hluti sem gæti verið að gerast í þessum heimi og annað, mér finnst það mjög áhört að sjá það daginn þegar Coinbase og
hérna USDC hérna Circle voru að hækka, veistu hvað var að lækka? Það var Mastercard, PayPal og þessi hérna traditional greiðsluleiðinar. Magna. Ég finnst þetta gríðarlega spennandi. Já, þetta er það sko, þetta er það og eins og ég skil þetta þá er þetta bara að fara að styrkja dollarann og það er umverulega það kannski hljómar svolítið eitthvað svona asnalegt að það verði fullt af fyrirtækjum með sínar eigin stöðleikamyntir en eins og ég skil þetta þá breytir það í raun og veru engu máli því að krafan verður alltaf nú þegar þessi löggjöf er að hérna fæðast er að þú bakkar þetta alltaf upp með dollar, ríkisvíslum, ríkisvíslabréfum ergo þú ert í raun og veru alltaf að nota dollar og þá breytir það engu máli fyrir eftir að nota Walmart stöðuleika mynd er það nota X stöðuleika mynd er það nota Circle er það nota Tether er það nota hvað er þú ert alltaf að nota dollar raun og veru og svo er það bara raunverulega tæknin sem þú ert að nota Já, bara settu það í samhengi kröfunar sem þetta stöðuleika frumvarp er að gera er allt sér bakkað upp einn á móti einu einmitt er það hjá bönkunum? Nei, langt í frá fractional reserve banking sem við erum með er þetta öruggari 100% já. Það er þessi fólk nefnilega ég átt samræður mjög langt sinni kveikt á þessu sko, er að þetta er þú ert miklu öruggari með þetta því að þú ert alltaf með kröfu á hendur aðala sem er skilduð til að bakka inn á móti einum sem bankar eru ekki skilduð til sko. Og þeir náttúrulega mæta því að þú veist, í Bandaríkjunum þá eru með þetta hérna, FDIC sko, sem er $250,000 innlánatrygging ég held að það var eitthvað að tala um að þetta er svona að þetta er bara flatt $250,000 innlánatrygging skiptir ekki máli hvort þú sést með $100 million innlán eða $100,000 innlán og þetta er svona, þetta er svona eina systemið sem hyglir ekki sko þeim efna meiri skilur, það er bara allir jafnir í svo þeir sem eiga minna að græða meira því þeir eru þá bakkar að fullu sko en þetta er ég sammála því, þetta er rosalega áhugavert að sjá þetta sko og hérna já, verður svona að því að mér finnst og ég ætla að reyna að reka mig ekki að svona falla ekki þá gríu aftur því ég man svo vel eftir, ég var orðin svo spenntur fyrir Bitcoin 2021 og alltaf 2020 og ég held að allir eitthvað einn þegar þú var svona frekar nýri svo líka þá og við þá vorum miklum samskiptum og við fjallum svolítið bara í þá grifju sem ég skammast mér ekkert fyrir að bara fjall er að við heldum að það myndi allt gerast miklu hraðara eða spáir í það þessi hlutir sem er búin að gera núna frá 2004 bara plýttum við síðan BlackRock kemur inn í þetta er allt hlutir sem maður var eitthvað 100% búin að sjá fyrir en mistikið sem maður gerir að því manni fannst þetta vera svo augljóst play sko með Bitcoin að maður hugsaði að þetta er alltaf að fara að gerast núna 2021 þannig ég hugsa sko með þetta maður sér fyrir sig bara að það bara verið gerbreytt fjármálumhverfi hérna, það verið eitthvað allt orðið tókenæst, það er bara legacy system alltaf að færast þér á bálkakeðu og ég er 100% á því að þetta er að fara að gerast ég ætla að reyna hins vegar að falla ekki sömu grífi við fjalli í 2021 og halda að þetta sé alltaf að fara að gerast á næstu 1 eða 2 árum ég hef ekki hugmyndu hvað er langa tíma þetta gæti alveg verið 5 ári í þetta, skilur mig, maður veit það ekki en þú veist, mögulega með þennan mann í Hvítahúsinu og þetta teima allt í kringum hann sem er svona kryptofræðin mögulega þetta var að gera straðar, ég skal ekki segja en já, þetta er búið að vera nokkuð þétt yfirferð hjá okkur svona alltaf helsta, þú nú yfirleitt með einhverja svona punktaða fréttir sem þið langar að taka fyrir? Ég get tekið kannski svona 3 punkta ég sagði að það var senkun fjármálæktir senkaði Solana í kauphallarsjóð hluta mér smá hissa, ég var hann mjög bjarsitt sko ég minnst að þú veist Bloomberg sem er með svolítið puttanum púlsinum að þeir eru búin að spá allan á þessu ári 90% líkur á Solana ETF 90% líkur á XRP ETF hvort það var 80, þetta er allan einhverstað á milli 80 og 90 Solana, XRP, Deutsche, Litecoin Cardano eitthvað þannig og mér fannst bara þessi helstu kauphallarsérfræðingar vera bara vissir að það myndi gerast bara í sumar frestunin er frekar óljós þú veist, ég hef sagt það oft hérna að það gerist ekki fyrir inn í október í svona síðasta deadlineið
en ég var farin svona að trúa að það gæti alveg gerst í sumar, nú veit ég það bara ekki, ég veit bara En í síðasta falli verða þær að taka ákvörðun í október. Já. Einmitt. Og þú veist, XRP í Kauphallarsjóði var samþykkt 18. janúar í Kanada, kannski ekki stór frétt. Nei, en samt, já. Og þú veist, mér finnst líka að það var eitthvað nýja reglur í Víetnam, Tæland var að fella niður fjármagnstekjuskatt á kryptoeignina ef þú átt hann í 5 ár. 5 ár? Já. Ok, Þýskaland 1 ár. Já. Pældi á 5 ár er svolítið áhugavert. Já. Svolítið áhugavert. Já. Ég var alveg til að þessi regla var á Íslandi. Ef þú átt krypto í 5 ár. Já, engin og ég hugsa sko það sem mér finnst vera að gera 5 ár, já. Það sem ég finnst vera að gera svolítið þú veist, sem Bandaríkinn með allar þessar reglur þar sem þú veist, núna hann bara þú veist, flestir að segja bara við viljum vera krypto þú veist, capital of the world einhvern veginn. Og Bitcoin superpower of the world, þetta er frasanir. Og maður sér það þessi lönd að hugsa eitthvað segja, við viljum fá þetta fólk við viljum fá þessi fyrirtæki við viljum fá þetta hérna. Snjöll ríki sem vilja vera partur af framtíðinni og vilja skipta máli, þau átt að sjá, það borgar sig að vera kryptofriendly. Já, hvað er að gerast í Íslandi? Svo sem má segja hinbóin, það er svo sem engin hræðileg hlutur að gerast í Íslandi, en það er bara svolítið voðalega lítið að gerast. Míkalögin er að koma, það er svo sem ekkert íslensk framtak, það er bara ESB-lögjöf, sko. Nei, þetta er svona, ESB er ekkert eitthvað mjög upptekjað að vera eitthvað mjög kryptofriendly, skulum við segja. Þetta eru bara svona einhverju punktar og þetta var svona sem ég leldi koma kannski að. Já, þetta, ég held að við séum bara nokkuð þéttir, þetta er bara, ég þakka fyrir góðið fyrir Björn og gott spjall og við sjáumst aftur að viku liðinni. Þakka fyrir spjallið. Takk fyrir. Og þakka ykkur, kæra hlustundur og áhorfendur fyrir samfélgina. Við sjáumst og heyrumst að viku liðinni. Verið sæl.